Já, komið sæl. Við höfum núna lægð fyrir sunnanland sem ætlar að stjórna veðrinu hjá okkur næsta sólarhringinn. Sjálf lægðin fer nú milli Íslands og Bretlandseyja, lægða með yfir Færeyjar, en hún kemur til með að valda einhverju úrkomu suðaustan til og norðlegum áttum, en síðan á þjóðhátíðardaginn þá ættum við nú að vera í lausu þessa lægð, en á föstudaginn þá fáum við svona eina grunna með einhverju úrkomu landið, helst landið sunnanvert. Ef við lítum á hitasviðið þá erum við í köldu lofti og raunin verður svo að það verður svoleiðis áfram, því að hlýja lofti sem fylgir þessari lægð, það nær ekki inn til okkar, og síðan þegar lægðin komin norðaustur á landinu þá beinir hún til okkar norðlægu köldu lofti, og það ekki sjá að fara hlýna neitt fyrir kannski eitthvað aðeins helgina. En ef við skoðum vindarsviðið þá nokkuð stíf suðaustanátt við suðausturströndina, áhrif frá þessari lægð og gæti alveg verið hvassviðri, en svona þegar að lægðin færir sig næsta sólarhringinn í norðaustur þá færist þessi vindstrengur svona til austurs og mun fylgja austurströndina á morgun, en svona hægt og rólega þegar kemur fram á morgundaginn þá mun nú svona draga úr vindi á öllu landinu og þessi strengur sem hefur verið yfir Faxaflóa og Breiðafirði það mun svona draga einnig úr honum. En á morgun verður væntanlega þungbúið á suðvesturhorninu. Það verður einhver norðan strekkingur, en hitatölurnar þær verða hæstar á landinu á suðvesturhorninu, þar sem að hitinn gæti alveg hæglega svona náð upp í 12 stig. Aftur á móti ef við förum á norðvesturlandið þá eru hitatölur jafnvel 5 gráðum lægri heldur en suðvestanlands. Það verður einnig þungbúið og strekkingur á norðvestanverðu landinu, og ef við förum yfir á norðaustanvert landið þá munu hitatölurnar bara lækka enn meir, og við erum farin að sjá hitatölur niður í kannski 2-3 gráður á morgun, og einhverjar stöku skúrir sem að verða væntanlega þær gætu auðveldlega fallið sem slydduél. Nú síðan á Suðausturlandi þar verður einhver úrkoma á morgun, svona rigning af og til, og þar verður líka nokkuð stífur norðaustan strekkingur og gæti alveg orðið allhvass eða hvass við ströndina, og hitatölurnar á bilinu 4 til 10 stig. Síðan áfram á fimmtudaginn, á þjóðhátíðardaginn, þá nú þessi lægð að mestu leyti úr sögunni, komin þá fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á landinu. Það verður nú svona mestu þungbúið, sérstaklega fyrir hlutadags, en spár eru nú að gera okkur vonur að það munur nú létta til á vestanverðu landinu svona þegar að líður á daginn, en það verður áfram svona svalt í veðri. Nú síðan á föstudeginum þá verður áttin svona hæg norðlæg eða breytileg. Það verður grunnlægð fyrir sunnanland sem að mun færa okkur einhverja vætu landið sunnanvert, en ætti nú að verða svona mestu þurrt fyrir norðan, þó að þar verður nú þungbúið og hitatölur einnig í lægri kantinum. Síðan á laugardaginn þá á nú að fara að létta svona aðeins til á landinu. Áttin verður norðlæg áfram þungbúið landið norðanvert, en gæti nú orðið nokkuð bjart svona suðvesturhorninu, og hitatölur svona almennt á uppleið, og gæti jafnvel sést 2 stiga hitatölur fyrir norðan. En á morgun í okkur norðaustan áttu strekkingur og jafnvel allhvasst eða hvasst við suðausturströndina, rigning af og til á Suðausturlandi, en annars mestu þurrt, áfram kalt í veðri en hlýjast við suðvesturströndina. Segjum þetta gott að vera í bili, verið sæl.